Þór Heiðarsson, 266 leikir. Hvernig fórstu að þessu? Já, þetta var svo skemmtilegt, það var svo góður andi í félaginu og ég nú svo heppinn að vera þetta gamall að ég fer í gegnum það að koma liðin upp í fyrstu deild og öll stemming og allt sem var á þessum tíma það er óborganlegt að það fengi að taka þátt í því og svo vitum við alveg framhaldið sko. En þetta var ómetanlegt og verður aldrei fullt þakkað að hafa fengið að taka þátt í þessu. Hvað er skemmtilegasta minning þín frá þessum árum? Þú spilar sem sagt frá 1970 eða ekki, 71? Ég spila frá 67. 67, hvað, 15 ára gamall? Já, þá var ég á 16 ári sko. Þá er byrja þá í litlu bikarkeppninni og svo í annarri deildinni sko. Já. Og svo tók þetta náttúrulega nokkur ára að komast upp í fyrstu deild og það var mjög eftirminnilegt og sérstaklega þegar við vorum með þjálfari sem heitir Sölvi Óskarsson. Þá fengum menn að taka á því sko. Hlaupa með gissur upp brekkur og fleira sko. Ógleymanlegt. Það er svo mörg atriði sem maður gleymir og sem maður á eftir að rifja upp. Alveg óhemju mörg atriði og yfirleitt skemmtilegt. Og þegar ég að byrja á þessum árum að þá borgum við allt sjálf, við borgum félagsgjald eða árgjald og við borgum rútuferðir á Húsavík, Siglufjörð og allt, borgum allt sjálfur. Þannig að ég upplifði það og svo upplifði það líka að þegar maður fekk allt í hennu skó frítt og þurfti ekki að borga árgjald. Það hefur verið stór áfangi. Já, það var stór áfangi sko og svo vitum við hvernig þetta er í dag, þetta er svolítið mikið öðruvísi heldur en var í gamla daga og þetta er til dæmis þegar við erum að fara upp þá var ofboðsleg samheldni í hópnum og hópurinn sem var fyrir utan Huldaheitinn og allir þeir og allt þetta og það var svo mikill kraftur í þessu fólki að það kom okkur upp. Er einhver leikur eða mark eða eitthvað sem er sérstaklega eftirminnilegt? Margir eftirminnilegi leikir sem að eins og þegar við unnum Val hérna á vellinum 4-3 árið sko í opnunarleik minnum mig sko. Það var frábær leikur og margir svoleiðis, við spiluðum góðan bolta og hvað mér persónulega finnst þá margir sem ég skoraði á móti Fram á Melavellinu þegar við erum fyrsta árið þá voru við að verjast fara og ég heyrði boltan að Jóa Atla bara við vítateig hjá okkur og leggast það fram og það kom enginn með og þannig ég var bara að fara í gegnum landsliðsvörnina og skora sko. Það er svolítið eftirminnilegt sko. Það ár var auðvitað mjög gott. Fórum í úrslit í bikar og... Já, erum uppi, höldum okkur uppi, förum í úrslit í bikar og slóum út 3 af 4 efstu liðanum við fyrstdeild og fáum svo annara deildarlið í úrslitum og tapaðist. En hvað sérðu mikilvægi svona félags eins og Breiðablik fyrir Kópavog, fyrir æskuna og hvers virði er þetta? Þetta er algjörlega ómetanlegt og ef þetta væri til staðar þá væri staðan svolítið önnur hjá fólki yfirleitt. En þetta er alveg ómetanlegt starf og ég segi fyrir mig að ég hef ekki núna síðustu ár tekið nægan þátt í því og ég hef svona samviskubit yfir því en ég kem aftur inn eftir ég hætti í boltanum, ég var náttúrulega lengi í þessu að þá starfaði ég í unglingastarfinu í mörg ár og var í stjórn og svo var einhvern veginn bara komið nóg í bili sko og svo hef ég alltaf komið inn aftur og ég fer að koma inn. Það fer að koma inn? Já. Það fer að koma inn, Þór Heiðarsson. Við hlökkum til að sjá hann minnstakosti næstu 30 ári. Já, það er ekki nætt öðru. Aftur hjartanlega til hamingju með þetta. Takk. Já, ég hefði Breiðfjörð, 203 leikir. Nákvæmlega. Hvernig tilfinning er þetta að horfa svona aftur? Þetta er alveg mjög óljós tilfinning. Já. Manstu eftir öllum leikjunum? Nei, það gerir ég nú ekki. En ég man eftir mörgum leikjum og mörgum atvikum, skemmtilegum en reyndar skemmtilegasta tímabili mitt í knattspyrnusögunni var nú reyndar með Augnablik
Já, það svona aðeins seinna. Já, aðeins seinna, en samt það eru margir leikið þar og ég held að geta alveg komið til greina þar sem þetta var nú svona hliðarfélag við Breiðablik að telja þá leiki líka. En það held ég mikið vinna örugglega að finna út af því. Já, það ekki eins góð statistik fyrir því en það dálítið skrítið að ég man sérstaklega eftir marki sem að ég held að hafi skorað á móti Víkingi hérna á Kópavogsvelli þar sem tókst aftur fyrir þú vippaði boltanum yfir bakverðin. Nei, það var ekki aftur fyrir og síðan tókst það var á móti hverjum var það? Það var nú Gísli Sigur. Já, það var Gísli, en þú gafst aftur sendinguna. Já, örugglega þetta það. En ég reyndar gleymi nú sennilega einu marki ekki sem ég skoraði á móti Keflavík. Já, og hvernig var það? Það voru 2 atrenur Já. Skautvist í varnarmann og ég var svona cirka 30 metra frá markinu. Svo reynum að hafa þetta svolítið svona kræsilegt. Og svo tók ég annar atrinu og smurði hann upp í vinkilinn. Og þar var Þorsteinn, eldri, ekki Bjarnar, Þorsteinn Ólafs. Já, Þorsteinn Ólafs, átti ekki smugu. Svona á að skora mörkin. Já. Þú varst mjög skotfastur, ég man það. Já, ég var bæði jafn á hægri og vinstri. Já. Vegna þess að þegar ég var ungur drengur þá var ansi góður veggur heima á lóðinni sem skildi af lóðir upp á Víghólastíg og ég iðkaði það mjög ofta að standa þar og bomba hægri vinstri. Það skilaði því að ég var alveg vígur á hvort sem var. Þannig að það eru góður ráð til ungra knattspyrnumanna. Það bara mjög gott ráð. Hver var svona eftirminnilegasti samherjiðinn í Blikaliðinu? Þetta erfitt að gera upp á milli barnanna sinna en já, það var það nú. Allt sterkir og góðir drengir. Daði var skemmtilegur og yndislegur maður. Blessuð sé hans minning. Og ólíki bræðirnir svona mörgu leyti, en Daði var mjög yndislegur drengur. Og svo voru fleiri þarna, það var Bjarni Bjarnason og fleiri. En einhver andstæðingur, hver var, á móti hverjum var erfiðast að spila? Það var erfitt að spila á mótunum í Víking, Magnús heitir hann. Þorvaldsson. Já, Þorvaldsson, hann var svakalega erfiður. Og það er einhvern veginn þannig að það er alltaf erfitt að spila á móti vissu mönnum. Þeir einhvern veginn finna inn á mann og átta sig á því hvernig best er að taka mann. Og stoppa. En ég hoppaði nú upp á flestum tæklingum, þannig að núna eru fæturnar í góðu lagi. Þannig að það er bara, ég er ekkert að segja það ég gera það, en varnarmenn þurfa oft að leggja sig meira í tæklingarnar heldur en sóknarmennirnir. En hvernig líst þér á stöðu Breiðabliksins í dag? Hvað hefur við langa tíma? Já, bara í stuttumáli. Í stuttumáli. Mér líst alveg frábærlega alla aðstöðunni hérna og það er náttúrulega á ekkert að geta klikkað þegar félag er með svona frábæra aðstöðu sem búið að byggja upp hérna í Kópavogi. Það sem mér hefur fundist í tíðina með Breiðablik, að það sem fer úrskeiðis er eiginlega stjórnunulega hliðin á félaginu. Ég hef alltaf ákveðna skoðunar á því, eins og allir hafa, eða eiga hafa. Og fólk hefur misjafnar skoðunar á málunum. En það er náttúrulega erfitt í svona félagi, þetta er allt sjálfboðaliða meira minna sem er í stjórnum, þannig að það er erfitt að áfellast fólk það og taka ekki alveg réttar ákvarðanir, því að þetta er ekki þeirra atvinna, allavega ekki, flestra er það ekki atvinna þeirra. En þetta er, mér finnst að vera þannig að nú voru menn alltaf að kaupa útlendinga. Mér finnst það ekki rétt vegna þess að við sjáum nú bara eins og núna það var þegar Breiðablik á að fá einhverjar 20 milljóna fyrir Gylfa. Það er ekki frekar að leggja áherslu á unga fólkið og byggja upp fyrir framtíðina, unga fólkið og fá þá frekar peninga þegar þeir fara til útlanda. Þetta eru góð ráð frá Heiðari Breiðfjörð sem spilaði 203 leiki og er einn af leikjahæstu meistaraflokksmönnum Breiðabliks frá upphafi. Takk fyrir þetta, Heiðar. Takk fyrir. Og vonandi sjáum við oft á vellinu núna næsta ári. Aldrei að vita.